Góðan dag. Í þessum fyrirlestri ætla ég að greina frá stöðlun málþroskaprófsins málfærni eldri leikskólabarna eða MELB og aðeins að segja frá hvar við erum stödd í því verkefni. Við höfum áður kynnt MELB á þessum vettvangi. Það var í fyrra þegar Elva Bergþóra Brjánsdóttir, meistaranemi, fjallaði forprófanir á prófinu. Og nú ári síðar erum við vel á veg komin með að ljúka stöðlun og það þarf engan að undra að maður hristir ekki beint svona próf fram úr erminni. Þetta próf hefur verið í þróun alveg frá 2012 og margir sem hafa komið að vinna við það og hér gefur að líta alla þá sem hafa komið að þróun prófsins frá upphafi en höfundar eru auk mín Jóhanna Thelma Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Sigurgrímur Skúlason. Hægt að segja að talmeinafræðingar á Íslandi séu almennt fátækir af málþroskaprófum, sérstaklega fyrir börn 4 ára eldri og MELB nú ætlað að bæta úr þeim skorti en markmiðið með prófinu er að meta málfærni, bæði málskilning og máltjáningu hjá börnum á aldrinum 4 til 5,11 eða það að segja 6 ára. Og ætlunin er líka að hafa nóg sterkt próf og áreiðanlegt sem getur greint hvort að barn sé með málþroskaröskun og eins viljum við líka geta dregið upp þá mynd af frávikunum sem að kunna vera til staðar svo að hægt sé að byggja markmiðsþjálfun eða að segja markmiðasetningu fyrir talþjálfun barna. Til að tryggja að barn með röskun á sviði tals og máls fái viðhlítandi meðferð þá er mikilvægt að til grundvallar liggi áreiðanlegt og réttmætt mat á málþroska þess. MELB er íslenskt próf samið frá grunni hérlendis með íslenskar máltökur rannsóknir að leiðarljósi. Við reyndum að tryggja að það endurspeglaði grunnþætti tungumálsins eins og hljóðkerfi, beygingafræði, setningafræði, merkingafræði. Og svo er þarna einn þáttur í viðbót málnotkun sem er ekki hluti á MELB. En hér eru hinir 9 prófþættir af MELB og þar sem við leitumst að meta alhliða málþroska barna. Það voru gerðar 3 forprófanir og alveg 6 meistaranemar sem stóðu að baki þeim. Og alls voru prófið í þeim tæplega 300 börn og með 3. og síðustu forprófinu þá var innri áreiðanleiki atriða og prófhluta þátta orðinn nægilega góður fyrir stöðlun og einnig fylgni á milli stakra prófþátta og prófhlutana sem eru málskilningur og máltjáning en þessar ritgerðir má sjá á skemmu. Það var ráðist í fulla stöðlun og öflug gagna vorið 2019 og nú hafa verið prófið tæplega 780 börn. Það var eftir að vinna úr sumum og þessum gögnum en í nýlegum meistaraverkefnum var hugsmíðaréttmæti kannað. Þá var hugsmíðin hér sem sagt málþroski og inntaksréttmæti. Og við skulum bara vinda okkur beint í þær niðurstöður af þessum verkefnum öllum. Fyrst ber að nefna verkefni Brynju Björgvinsdóttur en hún var að skoða samræmi milli MELB og Hljóm 2 en Hljóm kannar hljóðkerfisvitund barna og við vildum mæla samræmi hljóðkerfisþáttana þar á því prófi við sambarlega þætti á MELB. Og það er skemmst frá því að segja að það reyndist vera marktæk fylgni á milli heildarskora prófana beggja og eins á milli heildarskora Hljóm við báða prófhluta MELB, þar að segja málskilning og máltjáningu. En síðan fannst lítil fylgni á milli stakra prófþátta og það er það sem að við viljum kanna aðeins betur að hvers vegna það var ekki meiri fylgni þarna á milli. En engu að síður þá styðja þessa niðurstöður við það að MELB endurspegli málþroska barna. Brynja, hún kannaði líka samræmi á milli MELB og málsýna
og hún tók hérna mál sína af 30 börnum, sömu börnum og voru í fyrirrannsókninni og þau voru sérstætt líka prófum MELB og það var merkt fylgni á milli meðalengdar segða, heildarfjölda orða, fjölda mismunandi orða annars vegar við alla prófþætti á MELB hins vegar sem mátum máltjáningu en það var reyndar einn prófþáttur þar undan skilin. En niðurstöður benda einhver sér til þess að prófhlutin máltjáning á MELB endurspegli færni barna til að tjá sig. En svo þurfti einmitt að skoða betur lága fylgni þannig stakra matsatriða málsýna við einn prófþátt á MELB. Síðan gerði Helena Kjartansdóttir réttmætisathugun, hún skoðaði MELB og íslenska þroskalistan en á íslenska þroskalistanum að þá meta foreldrar hreyfi og málþroska barna sinna. Og við vildum vita hvort það væri fylgni milli málhluta íslenska þroskalistans og heildarskors á MELB sem þá lík hugsmíð. En jafnframt það bjuggust við lægri fylgni milli hreyfi hluta á íslenska þroskalistanum og heildarskors á MELB því að það ólík hugsmíð. En auk þess var könnuð fylgni milli undirþáttamálhluta við MELB. En hér eru allavega helstu niðurstöður að það reyndist vera marktæk fylgni milli heildarskors á MELB og málhluta íslenska þroskalistans eins og við vorum að vonast til og að samaskapi nánast engin fylgni við milli heildarskors á MELB við hreyfi hluta íslenska þroskalistans eins og við bjuggumst líka við. Þannig að í heildina má segja að MELB sé með gott samleitni og aðgreiningarréttmæti. Stella Reynisdóttir, hún skoðaði bæði MELB og málfærni ungra barna sem málþroskapróf fyrir 2 til 4 ára og við vildum kanna hvort börn sem eru á aldursmörkum milli þessar 2 prófa fengju sambærilega niðurstöðu. Og það var marktæk fylgni milli heildarskors á báðum prófum og eins á milli máltjáningarhluta beggja prófa og miðlungshá á milli málskilningshluta beggja prófa. En sem styður það að MELB og MELB að mæla sömu hugsmíð en svo má aðeins gæta þess að draga allt og miklar ályktanir þar sem að við vorum aðeins með 12 börn en við stefndum að 30 vegna COVID að þá var ekki hægt að prófa fleiri í bili þannig að það stendur til bóta. Maldís Björk Þorgeirsdóttir gerði athugun á 2 mjög sambærilegum prófum, sem sagt MELB og svo 12.2p. Sem byggir líka á sömu grunnþáttum tungumálsins eins og MELB. En það var staðlað fyrir 30 árum síðan og auk þess bandarískt að uppruna komið svolítið svona til ára sinna. En niðurstöður segja okkur að við séum að mæla sambærilega hugsmíð sem eru mjög jákvæðar niðurstöður því að það var marktæk háfylgni milli heildarskora beggja prófa og eins marktæk fylgni milli tjáningarhluta beggja prófa sem og málskilningshluta. Valdís skoðaði líka MELB og ICS-kvarðan svo kallaða en á þeim lista það eru 7 spurningalisti sem foreldrar svara skiljanleika tals hjá eigin börnum og okkur lék forvitna á að vita hvort það væri samræmi eða fylgni milli kvarðans og þess undir prófs á MELB sem metur framburð. Og það reyndist vera marktæk fylgni milli framburðarþátta MELB og heildarniðurstaðna á ICS-kvarðanum þótt hún var miðlungshá. Og það má segja því að tengsl milli prófþáttarins tjáning hljóðkerfi sem metur framburð fjöldatkvæðra orða og mats foreldra og skiljanleika tals barna að þarna greinilega tengsl á milli sem styður við réttmæti prófþáttarins tjáning hljóðkerfi altså. Og það styður einnig að undirprófið tjáning hljóðkerfi á MELB þessi framburðarhluti nái að meta skiljanleika í tali barna. Stella Reynisdóttir, hún var hérna með MUB áðan líka, hún kannaði eins inntaksréttmæti MELB, þar segja hún hafði
samband við 10 sérfræðinga, þetta voru talmeinafræðingar en þeir eru sérfræðingar í málþroska og málþroskaröskunum og þeir voru beðnir að leggja mat á hversu vel prófatriðin eru til þess fallin að meta málþroska. Þetta voru 2 matslistar, annars vegar með atriðum sem að hafa með tjáning að gera og hins vegar með málskilning. Og það var hægt að fá hæst 4 stig og sérfræðingar gáfu samtals að meðaltali 3,53 fyrir MELB í heild og síðan 3,60 stig fyrir málskilningshlutan og 3,45 stig fyrir máltjáningahlutan. Þannig að það má segja að sérfræðingarnir voru almennt sammála prófhöfundum inntak prófatriða sem styður að atriði á prófunni ná að meta hugsmíðina, málþroska sem annars vegar málskilningur og hins vegar máltjáning. Þannig að ályktanir úr öllum þessum rannsóknum það benda til þess að MELB endurspegli málþroska barna á aldrinum 4 ára til 5,11 ára og að hugsmíðaréttmæti MELB sé almennt gott. Fylgnin hæst þar sem maður að ræða samanburð heildarskors MELB við heildarskor annarra prófa sem að mæla svipaða hugsmíð. Inntaksréttmæti líka viðunandi en svo þarf að skoða betur einstaka prófþætti þar sem kom fram lág fylgni. Næstu skref eru síðan þau að gera frekari prófanir, þannig að aðeins að stoppa í götin þarna, fá jafnara kynjahlutfall og svo vantar okkur ennþá börn á yngsta og elsta aldursbili. Það eru frekar athuganir á hugsmíðaréttmæti MELB í farvatninu og við ákváðum að athuga áreiðanleika matsmann á innslætti gagnanna sem vel og viðkomið en við höfum líka áhuga á að kanna endurprófunar áreiðanleika til þess að skoða stöðuleika þessa mæltækis. Og svo þarf að endurskoða örfár prófatriði og þannig að miða við núverandi gögn að þá verður prófið gefið út á þessu ári. En því að við erum með nægjanleg gögn í raun og veru til þess að gefa út prófið en útgáfa prófs með frekari prófanir lítur þá dagsins ljós á næsta ári. Ég þakka fyrir.